AA-bókin fyrsti kafli, Saga Bills. Það ríkti mikil spenna vegna stríðsins í borginni í Nýja Englandi þar sem við ungu og óreindu liðsforingjarnir frá Plattsburgh höfðum bækistöð. Það kitlaði hégómagirnina þegar betri borgarar buðu okkur heim til sín og komið fram við okkur eins og hetjur. Við nutum hlýjunar og lofsins, nutum andrúmsloftsins sem fylgdi stríðinu þegar hástemd augnablik og fögnuður skiptust á. Mér fannst ég loksins orðinn gjaldgengur í lífinu. Mitt í þessu tilfinningaróti uppgötaði ég áfengi. Ég gleymdi öllum aðvörunum og andúð fjölskyldu minnar á víni. Svo kom að því að við sigldum yfir hafið til Evrópu. Ég var mjög einmana og leitaði aftur í flöskuna. Við gengum á land í Englandi. Ég fór og skoðaði dómkirkjuna í Winchester. Djúpt snortin gekk ég út fyrir og rak þar augun í þennan leirburð á gömlum legstinni. Hér hvílir Hampshire hermaður, kvaddi lífið góðglaður eftir lítinn kaldan bjór. Góður hermaður gleymist ei, hvort sem fyrir kúlu fjall eða af drykkju fékk sinn skell. Mér láðist alveg að taka þessa óheillavænlegu viðvörun til greina. Ég var 22 ára þegar ég sneri loksins heim sem uppgjafa hermaður úr stríði sem hafði verið háð á erlendri grund. Ég taldi mér trú að ég hefði fengið leiðtogahæfileika í vöggugjöf og að félagarnir í herdeild minni hefðu sýnt mér sérstaka virðingu til merkis það. Ég ímyndaði mér að þessir forystu hæfileikar mínir myndu gera mig að stjórnanda gríðarstóra fyrirtækja og að ég myndi leysa hlutverk mitt vel og örugglega af hendi. Ég sótti kvöldnámskeið í lögfræði og fekk starf sem eftirlitsmaður hjá tryggingafélagi. Metorðagirnd mín kviknaði. Ég skildi sanna fyrir heiminum að það væri mikið í mig varið. Gegnum vinnuna kynntist ég lífinu á Wall Street og fekk smám saman áhuga á verðbréfamarkaðinum. Margir töpuðu peningum þar en sumir urðu mjög ríkir, því ekki ég. Ég lagði stund á hagfræði og viðskiptafræði nám samhliða lögfræðinni. En það lá við að ég félli í lögfræðinni vegna vaxandi drykkju minnar. Í einu á lokaprófunum var ég svo drukkin að ég gat hvorki hugsað né skrifað. Þó drykkja mín var ekki enn orðin stanslaus, olli hún konu minni samt hugarangri. Við ræddum þetta stundum fram og aftur og þá sló ég á kvíða hennar með frásögnum af því hvernig snillingar fengju sínar bestu hugmyndir þegar þeir væru undir áhrifum og að þannig hefðu stórkostlegustu sköpunarverk heimspekilegrar hugsunar orðið til. Það leyti sem ég lauk lögfræði námskeiðinu var mér orðið ljóst að lögfræði átti ekki við mig. Lokkandi hringið á Wall Street hafði náð tökum á mér. Það voru viðskipta og fjármálajöfrarnir sem voru mínar hetjur. Með þessu samblandi af áfengi og áhættu var ég byrjaður að hanna það vopn sem síðar átti eftir að snúast gegn mér á fluginu líkt og búmerang og ganga næstum að mér dauðum. Með því að lifa sparlega gátum við hjónin nurla saman $1000. Við lögðum þá í verðbréf sem á þeim tíma voru lág í verði og lítið eftirsótt. Ég gat mér þess réttilega til að einn góðan veðurdag myndi þú hækka stórlega. Mér tókst ekki að fá félaga mína í kauphöllinni til að fela mér það hlutverk að kanna stöðuna hjá verksmiðjum og fyrirtækjum, en ég og kona mín ákvaðum engu að síður að gera það. Ég áleit að fólk tapaði oftast peningum á verðbréfamarkaðinum vegna vanþekkingar á honum. Með tímanum uppgötaði ég margar fleiri ástæður fyrir því. Við sögðum störfum okkar lausum og þeistum af stað á mótorhjóli með hliðarvagni sem var sneisa fullur á tjaldi, teppum, fötum til skiptana og uppsláttarriti fjármál í 3 þykkum bindum. Vinur okkar töldu okkur gengin af göflunum og ef til vill hafði þau rétt fyrir sér. Ég hafði hagnast nokkuð að verðbréfaviðskiptum og að auki áttum við svolítið í sjóði, en samt unnum við einu sinni á bóndabæ í það bil mánuð frekar en að ganga á þennan litla höfustól. Það reyndist vera í síðasta skipti í langan tíma sem ég vann almennilega líkamlega vinnu. Á einu ári fórum við allan suðausturhluta Bandaríkjanna. Í lok þessa tímabils fekk ég starf á Wall Street út á skýrslunum mínar og að auki úttektarheimild fyrir drjúgum risnukostnaði. Forkaupsréttur í viðskiptum sem ég nýtti mér gaf af sér aukinn arð og varð hagnaður okkar það árið nokkur $1000. Lánið legg við mig næstu árin og færði mér auð og vinsaldir. Ég var komin á rétta hillu í lífinu. Margir reiddu sig á dómgreind mína og hugmyndir og lögðu fram stórfé í vonum gróða. Síðari hluti 3. áratugarins einkenndist af ólgandi og svellandi uppgangi.
Áfengi skipaði mikilvægan og spennandi sess í lífi mínu. Menn ræddu málin hástöfum og djassstöðum borgarinnar, eyddu þúsundum og blöðruðu milljónir. Menn gátu látið allt vaða og kert sig kollótta. Ég átti fjöldan allan af viðhlægjandum. Ég þurfti sífellt meira áfengismagn og sat að drykkju alla daga og flest kvöld. Þegar vinir mínir fundu að þessu leiddi það til rifrildis og ég fór að draga mig út úr hópnum. Það komu upp mörg leiðinda atvik á hinu glæsilega heimili okkar hjóna. Ekki vegna ótryggðar því trygglindi mitt gagnvart konu minni og stundum líka ofurolfi ástand mitt komu í veg fyrir að ég lenti í slíkum vandræðum. Árið 1929 fekk ég golfdellu. Við drifum okkur út í sveit, konan til að dásta að mér við að reyna að slá sjálfum golfsnillingnum Walter Hagen við. En áfengið var mun fljótara að vinna á mér en ég á Walter. Ég var farin að vera tauga og styrkur á morgnana. Golfið gaf mér tilli ástæðu til að drekka frá morgni til kvölds. Ég naut þess að spíkspora þennan auðmannavöll sem hafði heillað mig svo þegar ég var strákur. Ég fékk þennan eftirsótta sólbrúna hörundslit sem einkennir þá sem hafa komið vel undir sig fótunum í lífinu. Með glott á vör fylgdist bankastjórinn á staðinu með því hvernig ég bruðlaði með fé. Í október 1929 var skyndilega fjandinn laus í kauphöllinni í New York. Að kvöldi eins þessara skelfilegu daga reikaði ég frá hótelbar nokkrum og inn á verðbréfasölu. Klukkan var 8, það voru liðnar 5 klukkustundir frá því að verðbréfamarkaðurinn lokaði. Símritin var enn í gangi. Ég starði á hluta af bandinu þar sem stóð XYZ32. Morgunin hafði staðið þar 52. Ég var búinn að vera og margir vina minna sömuleiðis. Blöðin skýrðu frá því að menn hefðu stytt sér aldur með því að stökkva fram að kauphallarbyggingunni. Það vakti mér viðbjóð, ekki skildi ég stökkva. Ég fór aftur á barinn. Vinir mínir höfðu tapað nokkrum milljónum frá því klukkan 10 morgunin. Og hvað með það? Á morgun var ég annar dagur. Meðan ég sat þarna að drykkju fann ég gamla eldheita sigurviljan vella aftur upp í mér. Morgunin eftir hringdi ég í vin minn í Montreal. Hann átti ennþá fúlgur fjár og taldi að best væri fyrir mig að koma til Kanada. Næsta vor höfðum við aftur tekið upp okkar fyrri lífssætti. Mér leið eins og ég var í Napóleon og heimleið frá Elbu. Mér var ekki ætlaður ósigur í líkingu við Santi Helenu. En drykkjan náði aftur tökur á mér og þessi örláti vinur minn varð að losa sig við mig. Í þetta sinn stóðum við uppi allslaus. Við fluttum til tengdaforeldra minna. Ég fekk vinnu og missti hana síðan vegna rifrildis sem ég lenti í við leigubílstjóra. Til allra hamingju gat engan grunað að næstu 5 árin yrði ég meira eða minna atvinnulaus og varla nokkuð tíman allsgáður. Kona mín fekk vinnu í stórverslun og þegar hún kom dauðþreytt heim á kvöldin beygði hennar þar kófdrukkin. Ég var orðin óvelkomin og illa séður á verðbréfasölunum. Áfengi hætti að vera munaður, það var orðin nauðsyn. Það var orðin fastur liður að ég drykki 2 og jafnvel 3 flöskur af lélegu gini á dag. Stundum gáfu einhver minniháttar viðskipti af sér nokkur $100 og ég gat borgað það sem ég skuldaði á börum og matsölustöðum. Svona gekk þetta linnulaust og ég var farin að vakna skjálfandi eldsnemma á morgnana. Til þess að koma niður morgunmat varð ég fyrst að drekka stórt glas af gini og heila kippu af bjór. Samt hélt ég enn að ég hefði stjórn á þessu. Stundum lafði ég þurr í einhver tíma og þá vöknuðu vonir konu minnar á ný. En smám saman versnaði ástandið. Húsið fór undir hamarinn, tengdamóðir mín lést og konan mín og tengdafaðir veiktust bæði. En svo fekk ég tækifæri til að græða peninga. Verðbréf voru í lágu verði árið 1932 og einhvern veginn hafði mig tekist að ná saman hópi manna sem vildu kaupa. Sjálfur átti ég að fá ríflegan hluta af ágóðanum, en þá datt ég illilega í það og þetta tækifæri rann mér úr greipum. Nú vaknaði ég upp í vondan draum, þessu varð að linna. Ég sá að ég gat ekki fengið mér svo mikið sem 1 glas, þetta var búið spil að eilífu. Áður fyrr hafði ég sett ýmis fögur loforð á blað, en nú sá kona mín sér til ánægju að í þetta skiptið var mér alvara, og það var rétt. En ekki leið á löngu þar til ég kom fullur heim. Það gerist algjörlega átakalust. Hvað hafði orðið mína háleitu ákvörðun? Það hafði ég ekki grænan grun. Hún hafði ekki einu sinni hvarflað að mér. Einhver hafði rétt með glas og ég teki við því. Var ég geðveikur? Ég fór að velta því alvarlega fyrir mér hvort svo væri og fannst það svona algjör skortur á skynsemi hlyti að benda til þess.
Ég strengdi aftur heit og reyndi aftur. Það leið nokkur tími og vaxandi sjálfstraust mitt fór að breytast í hroka. Allt þetta áfengi kringum mig hafði engin áhrif á mig. Ég var búin að ná þessu. Dag nokkuð fór ég inn á kaffihús til að hringja. Áður en ég vissi af var ég farin að drekka við barinn og spyrja sjálfa mig í örvæntingu hvernig það hefði eiginlega gerst. Þegar viskíið fór að svífa á mig gat ég talið með trú að þetta myndi ganga betur næst, en úr því sem komið var gæti ég allt eins drukkið mig almennilega fullan. Og það gerði ég. Ég gleymi aldrei iðrun minni, skelfingu og vonleysi morgunin eftir. Baráttuviljinn var horfinn. Hugsanirnar þutu stjórnlustum í kollinum á mér og ég hafði ókveikjandi hugboð að eitthvað skelfilegt væri í vændum. Ég þorði varla yfir götuna, óttaðist að ég hníi niður og að vörubíll æki á mig í morgunskímunni. Ég hellti í mig hellir tylft af bjórglösum og einhverjum nætursölustað og þá róðust haugarnar loksins. Dagblöðin skýrðu frá því að verðbréfamarkaðurinn var í hrunin aftur, líkt og ég. Markaðurinn myndi ná sér aftur en ekki ég. Það var þungbar hugsun. Ætti ég að stytta mér aldur? Nei, ekki núna. Það færðist yfir mig doði. Ginið myndi bæta líðan mína. Ég slokaði í mig úr 2 flöskum og svo tók óminnið við. Hugur mannsins og líkami eru stórkostleg smíð sem í mínu tilfelli hélt út 2 ára kvöl til viðbótar. Stundum stal ég úr léttri pingju konu minnar þegar skelfingin og brjálæðið voru að æra mig að morgni dags. Margoft stóð ég riðandi við opinn glugga eða lyfjaskáp þar sem eitur var innan seilingar og bölvaði sjálfu mér fyrir hugleysið. Við hjónin flúðum upp í sveit og tilbaka til borgarinnar í vonum undankomuleið. Eina nóttina voru líkamlegar og andlegar kvalir mínar slíkar að ég óttaðist að ég myndi fleygja mér út gluggan í gegnum rúðu, posta og allt. Mér tókst einhvern veginn að drösla dínunum minni niður á neðri hæð ef ég skildi taka upp á að stökkva út gluggan. Læknir kom til mín og gaf mér stóran skammt á róandi lyfi. Daginn eftir hellti ég í mig bæði brennivíni og róandi. Sú blanda kom mér fljótlega alveg í þrot. Fólk var farið að óttast geðheilsu mína. Það gerði ég líka. Ég borðaði lítið sem ekkert þegar ég drakk og var orðin 20 kílóum undir meðalþyngd. Mágur minn læknir og fyrir góðvild hans og móður minnar tókst mér að koma mér inn að þekktan spítala til andlegrar og líkamlegrar endurhæfingar fyrir alkohólista. Svokölluð belladonna meðferð hjálpaði mér að hugsa skýrar og vassmeðferð og léttar líkamsæfingar bættu líðan mína. En það besta var að ég hitti vingjarlegan lækni sem útskýrði fyrir mér að þótt ég hefði sannarlega verið eigingjarn og haga mér heimskulega, þá var ég búin að vera alvarlega veikur, bæði líkamlega og andlega. Mér létti svolítið við að heyra að viljastyrkur alkohólista er furðulega lítill þegar áfengi er annars vegar, þótt þeir geti sýnt mikinn viljastyrk á öðrum sviðum. Ég fekk útskýringu á óskiljanlegri hegðun minni sem var í algjöru mótsögn við örvæntingarfulla löngun mína til að hætta að drekka. Nú hafði ég öðlast skilning á sjálfu mér og gat haldið vonglaður áfram veginn. Í 3 eða 4 mánuði virtist allt að ganga vel. Ég fór reglulega í bæinn og græddi meira að segja svolítið fé. Þarna lá hundurinn greinilega grafinn. Lausnin fólst í því að þekka sjálfan sig. En svo reyndist þó ekki vera því sá skelfilegi dagur rann upp þegar ég byrjaði að drekka eina ferðina enn. Ég hrundi algjörlega bæði andlega og líkamlega. Að nokkrum tíma liðnum fór ég aftur á sjúkrahúsið. Mér fannst öllu vera lokið að þetta væri endalokin. Örþreyttri og örvæntingarfullri konu minni var tjáð að þessu líki með því að ég fengi hjartaáfalli drykkjuóráði eða yrði komið með heilaskemmdir af völdum drykkju, jafnvel innan árs. Hún myndi fyrr eða síðar þurfa að koma mér fyrir á stofnun eða fylgja mér til grafar. Þeir þurftu ekki að segja mér þetta. Ég vissi þetta og fann jafnvel til ákveðins léttis. En þetta var algjört rothögg fyrir stoltið. Ég sem hafði svo haft mikla trú að sjálfu mér og hæfileikum mínum og hæfni til að yfirstíga hindranir var komin algjörlega í þrot. Mín beið svartnættið eitt meðal rónana sem höfðu hópast þangað og undan mér, einn af öðrum. Ég hugsaði vesalingskonuna mína. Þrátt fyrir allt höfðum við átt margar hamingjustundir. Hversu mikið hefði ég ekki viljað leggja í sölurnar til að geta bætt fyrir brot mín, en nú var það orðið seinan. Það er ekki hægt að lýsa með orðum þeim einmanaleika og örvæntingu sem ég fann fyrir í biturri sjálfsvorkunn minni. Ég var fastur í miðju kviksyndi.
Ég hafði hitt fyrir ofjárn minn og hann hafði yfirbugað mig. Áfengið var minn herra. Ég fór skjálfandi og niður brotin af sjúkrahúsinu. Óttinn hélt mér ódrukknum hríð. Svo greip mig þessi lævísa geggjun sem leiðir til fyrsta sopans og á vopnahlésdaginn árið 1934 byrjaði ég enn einu sinni að drekka. Öllum var ljóst að annarkvort yrði að loka mig inni einhver staðar eða sjá mig hljóta ömurlegan endi ella. En jafnan dimmast undir dögun. Í rauninni var þetta upphafið á síðasta drykkjutúrnum mínum. Skömmu síðar var mér slöngvað inn í veröld sem ég vil kalla fjórðu víddina á tilvörunni. Ég átti eftir að finna hamingju, frið og tilgang í lífinu með því að lifa á nýjan hátt sem hreint ótrúlegur og yndislegur með hverjum deginum sem líður. Undir lok þessa ömurlega nóvembermánaðar sat ég á drykkju í eldhúsinu. Það var gott til þess að vita að áfengið sem var falið hér og þar í húsinu myndi nægja mér þetta kvöld og næsta dag. Konan mín var í vinnunni og ég var að velta því fyrir mér hvort ég ætti að þora að fela fulla gínflösku hjá höfðalaginu á rúmi okkar. Ég myndi þurfa á henni að halda áður en dagur rynni. Ég var truflaður af símhringingum mitt í þessum hugrenningum. Þetta var gamall skólafélagi sem spurði glaðlega hvort það mætti líta við. Hann var ódrukkinn. Það voru mörg ár síðan ég hafði vitað til þess að hann kæmi til New York í því ástandi. Ég var furðu lostinn. Hafði heyrt orðrum að hann hefði verið lokaður inni vegna geðveiki af völdum áfengisdrykkju. Ég velti því fyrir mér hvernig hann hefði sloppið út. Að sjálfsögðu myndi ég bjóða honum að borða með okkur og svo getum við fengið okkur í glas án þess að þurfa að pukrast með það. Ég hugsaði ekkert það hvað honum væri fyrir bestu, var bara efst í huga að ná upp andanum frá gömlu góðu dögunum. Einu sinni höfðum við leigt okkur flugvél og rekið með því endahnútin og eitt drykkjutúrin. Heimsókn hans var eins og vin í þessa ömurlegu eyðimörk sem tilgangslaust líf mitt var. Nákvæmlega eins og vin í eyðimörk. Þannig hugsar drykkjumaðurinn. Dyrnar opnuðust og þarna stóð hann, frísklegur og geislandi af vellíðan. Það var eitthvað við augnaráð hans. Hann var breyttur á einhvern óskiljanlegan hátt. Hvað hafði gerst? Ég ýtti glasi yfir borðið til hans. Hann afþakkaði. Vonsvikinn en leið forvitin fór ég að velta því fyrir mér hvað ég hefði eiginlega hlaupið í mannin. Hann var ekki sjálfum sér líkur. Herðu, hvað eiginlega að vera? Spurði ég. Hann horfði beint framan í mig og sagði blátt áfram á brosandi, ég hef öðlast trú. Ég var agndofa, þetta var þá svona, klikkaður af drykkju í fyrrasumar og komin út í trúarrugl núna. Hann hafði einmitt þetta geislandi augnaráð, blessaður drengurinn var fullur af eldmóði. En honum var velkomið að röfla og gínið mitt myndi endast lengur en þessi predikun hans. En hann var ekkert að röfla. Blátt áfram og eðlilega sagði hann mér frá því hvernig 2 menn hefðu birst í réttarsalnum og fengið dómaran til að fresta því að hann yrði lokaður inni. Þeir hefðu sagt frá einfaldri hugmynd sem byggðist á trú og skynsamlegri aðgerða áætlun. Síðan voru liðnir 2 mánuðir og árangurinn var augljóst. Þetta virkaði. Hann var kominn til að miðla mér af þessari reynslu sinni ef ég skildi vilja nýta mér hana. Mér var brugðið en áhuginn vaknaði. Auðvitað lagði ég við eyrun. Í vonleysi mínu átti ég ekki annar að kosta völ. Hann talaði klukkutímum saman. Ótal myndir frá bernskunni komu upp í huga mínum. Ég heyrði næstum rödd prestsins hljóma á löngu liðnum kyrrlátum sunnudögum þegar ég sat í brekkunni heima. Bindindis heitið sem ég skrifaði aldrei undir kom fram í hugan, góðlátlegt grín afa míns að sumum í söfnuðunum og gerðum þeirra og ég myndist þeirra fullyrðingar hans að himinhvolfin ættu sína eigin tónlist og hvernig hann neitaði því að presturinn hefði rétt á því að segja honum hvernig hann ætti að hlusta, hvað hann hafi talað óttalust þessa hluti skömmu áður en hann dó. Þessar minningar og fortíðinni sóttu á mig og ég fekk kökk í hálsinn. Heimsóknin í gömlu dómkirkjuna í Winchester á stríðsárunum rifjaðist upp fyrir mér. Ég hafði alltaf trúað á mátt sem var í sjálfum mér æðri og oft hugleitt þessi mál. Ég var engin guðleysingi. Fæstir eru það í alvöru því slíkt felur í sér blinda trú á þá undarlegu tilgátu að alheimurinn eigi sér ekkert upphaf og geysist áfram án nokkurs takmarks eða tilgangs. Vísindahetjur mínar, efna- og stjörnumfræðingarnir og jafnvel þróunarhyggjumennirnir höfðu sett fram þar tilgátur að gríðarlegir kraftar og lögmál lægju að baki öllu og þrátt fyrir að ýmislegt benti til þess gagnstæða efaðist ég sjaldnast að allt ætti sér sterkan tilgang og máttugt skipulag. Hvernig hefði svo nákvæmt og óhagganlegt skipulag geta orðið til án vitrarnar hugsunar? Ég gat ekki annað en trúað á alheims anda sem liti hvorki tíman í takmörkum, en þar setti ég mörkin. Þarna skildi á milli mín og prestana og trúarbragða heimsins.
Þegar þeir töluðu minn persónulega Guð sem var í kærleikur og hefði til að bera styrk og stjórn ofan mannlegum mætti, var ég ergilegur og afneitaði slíkri kenningu. Hvað Kristi viðvék þá viðurkenndi ég að vissulega hefði hann verið mikill maður, en mér fannst fylgismönnum hans ekki hafa gengið íkja vel að feta í fótspor hans. Siðfræðikenningar hans þóttu mér frábærar og ég hafði fyrir mitt leyti tileinkað mér þau atriði sem mér þóttu hagstæð og ekki of krefjandi. Afganginn lét ég eiga sig. Mér bauð við stríðunum sem höfðu verið háð og öllum þeim brennum og ofsóknum sem trúarbragðadeilur höfðu leitt af sér og dró það einlæglega í efa að trúarbrögð mannkyns hefðu, þegar allt kemur til alls, leitt til einhvers góðs. Miðað það sem ég hafði séð í Evrópu og eftir það virtist áhrifamáttur Guðs í málefnum mannanna afskaplega óverulegur og bræðralag þeirra kaldhæðnislegur brandari. Væri djöfullinn til, virtist hann sitja við stjórnvölinn í heiminum og sannarlega hafði hann mikið hendi sér. En þarna sat vinur minn og staðhæfði hiklaust að Guð hefði gert það fyrir hann sem honum var sjálfum megn. Mannlegur vilji hans hafði ekki dugað til. Læknar höfðu úrskurðað hann ólæknandi. Samfélagi var að því komið að loka hann inni á stofnun. Líkt og ég sjálfur hafði hann viðurkennt algjöran ósigur, en þá hafði hann í raun og veru verið reistur upp frá dauðum, lyft upp úr brotarhúfunni og leyft að kynnast betra lífi en hann hafði nokkur tíman áður þekkt. Átti þessi kraftur upptök sín í honum sjálfum? Augljóslega ekki. Það hafði ekki verið meiri kraftur í honum en var í mér á þessari stundu og hann var alls engin. Þetta ruglaði mig í ríminu. Það var engu líkara en þetta trúaða fólk hefði þrátt fyrir allt rétt fyrir sér. Hér var eitthvað að verki í mannlegu hjarta sem hafði fengið áorkað hinu ómögulega. Ég varð á þessari stundu að endurskoða rækilega hugmyndir mínar kraftaverk. Ríkfallin fortíðin skipti ekki máli. Þarna satt kraftaverki sjálft andspænis mér við eldhúsborðið og boðaði mikil tíðindi. Ég sá að það hafði gerst miklu meira en það eitt að vinur minn væri búinn að ná nýju innra jafnvægi. Afstaða hans var gjörbreytt. Hann hefði skotið rótum í nýjum jarðvegi. Þrátt fyrir það lifandi fordæmi sem vinur minn var, fann ég enn fyrir mínum gömlu fordómum. Ég fann ennþá fyrir ákveðinni andúð gagnvart orðinu Guð. Hún jókst bara við að heyra minnst á að ég geti átt minn persónulega Guð. Mér geðjaðist ekki að þeirri hugmynd. Ég gat sæst á hugtök eins og vitrætt sköpunarkraftur, alheimsvitund eða andi náttúrunar, en ég var andvígur hugsuninni einhver drottin allsherjar, hversu kærleiksrík sem áhrifavald hans kynni að vera. Síðan þetta var hef ég rætt við tugi manna sem hafa hugsað eins. Vinur minn stakk upp á því sem mér fannst á þeirri stundu vera nýstárleg hugmynd. Hann sagði, af hverju velurðu þér ekki þína eigin hugmynd Guð? Spurningin ýtti hastarlega við mér. Svo vitræna klakabrynja sem hafði varpað skugga og kulda yfir líf mitt byrjaði að bráðna. Ég var loksins komin út í sólskinnið. Þetta snerist bara að vilja trúa á mátt æðri mér sjálfum. Til að byrja með þurfti ég ekki neitt annað. Ég skildi að hér gat þroskinn hafist. Á grundvelli algjörs fúsleika gæti ég byggt upp það sem ég hafði séð í vini mínum. Langaði mig að verða þess sama aðnótandi og hann. Auðvitað vildi ég það. Þannig sannfærist ég að Guð grípur inn í líf okkar mannana þegar við óskum þess nógu heitt. Loksins var ég fær að sjá, finna til og trúa. Stolt og fordómar byrðu mér ekki lengur sín. Ný veröld blasti við mér. Nú skildi ég hvað það var sem í raun og veru hafði gerst í dómkirkjunni. Eitt andartak hafði ég þráð Guð og þarnast hans. Ég hafði fundið til auðmjúkrar löngunar eftir nærveru hans og hann hafði komið. En svo hafði vitneskjan nálað hans vikið fyrir hávarum kröfum heimsins og þá aðalega mínum eigin. Og þannig hafði það verið síðan. En hvað ég hafði verið blindur. Á spítalanum fór ég í síðasta sinni í afvötnun. Það virtist skynsamlegt að fá læknismeðferð því ég var með einkenni drykkjuæðis, delirium tremens. Þarna gaf ég mig auðmjúklega Guði á vald eins og ég skildi hann á þeim tíma og bauð honum að gera við mig það sem honum þóknaðist. Ég fól mig umsjá hans og handleðslu á nokkur að skilyrða og viðurkenndi í fyrsta skipti að einn og sjálfur væri ég ekki neitt, að án hans væri ég glataður. Ég horfðist vægðarlaust í augu við syndir mínar og varð fús til að láta minn nýja vin fjarlæga þær, rífa þær upp með rótum. Ég hef ekki bragðað áfengi síðan. Skólabróður minn heimsótti mig og ég ræddi opinskátt við hann vandamál mín og bresti. Við gerðum lista yfir fólk sem ég hafði sært eða mér var illa við. Ég sagðist fús til að hitta þessa einstaklinga og viðurkenna að ég hefði haft rangt fyrir mér. Ég átti alls ekki að gagnrýna þá, heldur leiðrétta öll mál eftir bestu getu.
Ég átti að skoða hugsanir mínar í ljósi þessara nýju innri vitundar en Guð. Þannig yrði almenn skynsemi að innri skynsemi. Ég átti að biðja hljóður ef ég var í vafa og biðja aðeins leiðsögn og styrk til að geta tekist á við vandamál mín samkvæmt vilja hans. Ég átti ekki að biðja fyrir sjálfum mér nema það kæmi öðrum að gagni. Aðeins þá gæti ég vænst bænherslu og það ríkulegrar. Vinur minn lofaði mér því að þegar ég hefði gert þetta myndi ég öðlast nýtt samband við skapara minn og geta tileinkað mér lífsmáta sem fæli í sér lausn á öllum mínum vanda. Frumskilyrði fyrir því var trú á mátt Guðs og að aukis á fúsleiki, heiðarleiki og auðmýkt sem þyrfti til að hefði þetta nýja líf og viðhalda því. Einfalt en alls ekki auðvelt. Verðið sem þurfti að greiða var algjör útrýming sjálfselskunar. Ég varð að leita til ljóssins föður með alla hluti, snúa mig til hans sem ríkir yfir okkur öllum. Þetta voru byltingarkenndar og djarfar tillögur en á sama augnabliki og ég sætti mig fullkomlega við þar voru áhrifin ótrúlega mögnuð. Ég fann til sigur vímu og fann leið fyrir slíkum friði og æðruleysi að ég hafði aldrei áður kynnst öðru eins. Ég upplifði algjört trúnaðartraust. Mér fannst sem ég væri lyft í hæðir og eins og stöðugur, sterkur og ferskur fjalla þeir héldi mér þar. Guð nálgast flesta menn hægt og hægt en áhrif hans á mig voru skyndileg og sterk. Sem snöggast var ég óttaslegin og kallaði á vinu minn læknin til að spyrja hann hvort ég væri enn með öllum mjalla. Hann hlustaði undrandi á frásögn mína, hristi síðan höfuðið og sagði: Það hefur eitthvað gerst með þig sem ég ekki skil, en haltu fast í það. Allt betra en að vera eins og þú varst. Þessi ágæti læknir hefur síðan hitt marga sem hafa öðlast svipaða reynslu. Hann veit að hún raunveruleg. Meðan ég lá á sjúkrahúsinu fór ég að hugsa að til væru þúsundir vonlausra alkohólista sem myndu glaðir vilja eignast hlutdeild í því sem mér hafi verið gefið svo fúslega. Ef þetta vill geti ég hjálpað einhverjum þeirra og þeir svo hjálpað öðrum í staðinn. Vinur minn hafði lagt áherslu á algjöra nauðsyn þess að ég færi eftir þessum megin reglum í lífi mínu og starfi og að sérstaklega væri mikilvægt að hjálpa öðrum eins og hann hefði hjálpað mér. Trú án verka væri dauð, sagði hann. En hvað þetta á átakanlega vel við alkohólistan. Því ef alkohólisti þroskar og auðgar ekki andlegt líf sitt með sjálfsafnitun og starfi fyrir aðra, kemst hann ekki í gegnum þær þrautir og farartálma sem óhjákvæmilega verða á vegi hans. Starfi hann ekki, fer hann örugglega að drekka aftur og drekki hann aftur dauðin vís. Og þá trúin vissulega dauð. Þannig þessu farið hjá okkur. Konan mín og ég gripum þessa hugmynd á lofti og heldum okkur af heilum hug út í að hjálpa öðrum alkohólistum við að finna lausn á vanda sínum. Það var ágætt því gömlu viðskiptafélagarnir tóku mér með miklum fyrirvara í hálft annað ár og á meðan var lítið vinnu fyrir mig. Mér leið ekki vel á þessu tímabili og var þjakaður af gremju og sjálfsvorkunn. Stundum var ég að því komin að drekka en áttaði mig fljótlega á því að þegar öll önnur ráð brugðust, bjargaði það mér í gegnum daginn að fara og sinna öðrum alkohólistum. Ég hef oft farið í örvæntingu inn á gamla sjúkrahúsi mitt og komist að raunum að með því að tala þar við einhvern, styrkist ég og næ fótfestu aftur. Það aðferð sem dugar þegar gangan erfið. Við eignuðumst æ fleiri vini og í kringum okkur hefur myndast samfélag sem yndislegt að tilheyra. Við njótum sannrar lífsgleði, líka þóttu séðum undir álagi og erfiðleikar steðji að. Ég hef fengið að sjá 100 fjölskyldna byrja að fóta sig á lífsleið sem felur í sér tilgang og markmið, séð rætast úr vonlausum heimilisaðstæðum, séð fjandskap og allskyns biturleika hverfa eins og dögg fyrir sólu. Ég hef séð menn koma út af hælum og njóta á ný virðingar í fjölskyldunni og samfélaginu. Fjármála og embættismenn hafa endurheimt fyrir stöðu sína. Það varla til það vandamál eða svo eymd sem félagar okkar hafa ekki náð að sigrast á. Í borg nokkur í vesturhluta landsins og nágrenni hennar erum við 1000 talsins, að fjölskyldum okkar meðtöldum. Við hittumst oft svo að nýliðar geti fundið þann félagskap sem þeir eru að leita eftir. Á þessum óformlegu fundum koma oft 50 til 200 mann saman. Við verðum sífellt fleiri og sterkari. Drukkin alkohólisti óskemmtileg manneskja. Það getur verið misjafnlega erfitt að fást við hann, bæði broslegt og grátlegt. Einn hina ógæfusömu tók sitt eigið líf inni á heimili mínu. Hann gat ekki eða vildi ekki tilenga sér lífstefnu okkar. En þrátt fyrir allt gríðarlega gaman að þessu. Ég býst við að einhverjum geti þótt nóg hvað við virðumst létti lund og lífsglöð. En undir léttu yfirborðinu okkur dauðans alvara. Við þurfum á því að halda 24 tíma á sólarhring að finna trúna starfa í okkur og okkur starfa í trú,
annars erum við í hættu stödd. Flestum okkur finnst að við þurfum ekki lengur að leita að fyrirmyndaríkinu. Við erum stödd í því hér og nú. Einföld frásögn vinar míns í eldhúsinu fer víða og ber sífellt fleirum boðskap frið á jörðu og velvilja í garð mannanna. Bill Tvöfaldvaff, annar af stofnendum Maha-samtakanna, lést 24. janúar 1971.